Festa verður 10 ára á þessu ári og við spurðum fulltrúa þeirra 6 fyrirtækja sem stofnuðu Festu árið 2011, formenn, varaformenn og framkvæmdastjóra frá upphafi til dagsins í dag, hvað hefði gerst á síðustu 10 árum og hvað þyrfti að gerast á næstu 10 árum til þess að hér verði til sjálfbært samfélag og atvinnulíf sem gerði Ísland vel í stakk búið í alþjóðlegum samanburði. Við spurðum sem dæmi, ef þú ættir að gefa drauma, sjálfbæra, samfélaginu 10 einkunn, hvaða einkunn fengi Ísland í dag og hvað þarf að gerast á næstu áratug til að Ísland fái 10 í einkunn? Við fyrstu sýn virðast 10 ár ekki svo langur tími, en í heimi sjálfbærni, tækniþróunar og alþjóðlegra áskorana síðasti áratugur bara miklu stærra utan heldur en innan. Svolítið eins og Festa sjálf. Sem dæmi, þá var aðal viðfangsefni Festu fyrir 10 árum að samfara fyrirtæki, fjárfesta og almenning virði samfélagsábyrgðar og sjálfbærni í rekstri og almennt bara að fræða atvinnulífið og almenning hvað þessi hugtök fela í sér. Að útskýra til dæmis að samfélagsábyrgð fjallaði ekki bara að láta gott að sér leiða í gegnum styrki. Að samfélagsábyrgð fjallaði ekki það hvernig fyrirtæki eyða peningum, heldur hvernig þau skapa verðmæti. Og ekki bara fyrir hluthafa, heldur líka starfsfólk frá framleiðslu vöru til sölu vörunar, nærsamfélag og náttúru. Hvað var það fjármálaheiminn fyrir það bil 10 árum, þá vísa ég í einn af viðmælendum. Íslenskt fjármálaumhverfi leita á ábyrgar fjárfestingar sem einhverja bólu, erlendis. Uns fjármagnshöftum var lyft og þeir fundu þennan þrýsting erlendis frá. En núna, 10 árum síðan, öldin önnur. Það orðin viðteknari viðhorf að sjálfbærni og samfélagsábyrgð sé góðu business. Fyrirtæki sem ekki sjálfbær verða í vaxandi mæli ekki eins samkeppnishæf og hafa ekki eins gott aðgengi að fjármagni, hvort sem það fjárfestingar og styrkir eða lán á betri kjörum. Þrátt fyrir hremmingar síðasta árs var árið 2020 ár sjálfbæra fjárfestingasjóða, eins og Sasja Bestik, einn ræðumanna okkar í dag, hefur skrifað mikið Það að segja, í fyrra stimpluðu sjálfbæra fjárfestinga sig inn sem betri og arðbærari fjárfestingakostur en hefðbundnu sjóðir. Þetta stór og mikilvæg tíðindi. Þau þýða að þau rök að fjárfestingar í sjálfbærum kostum ber ekki sama arð og aðra fjárfestingar halda ekki vatni. En höldum áfram með niðurstöðu könnunarinnar. Við spurðum eftirfarandi spurningar. Ef þú ættir að gefa drauma sjálfbæru samfélaginu 10 einkunn, hvaða einkunn fær Ísland í dag og hvað þarf að gerast á næstu 10 árum til að það fái 10 í einkunn? Áður en ég segi ykkur hvað Ísland fær í einkunn, skulum við skoða hvernig þetta drauma sjálfbæra íslenska samfélag lítur út. Sjálfbært Ísland með 10 í einkunn orðið kolefnishlutlaust og rekstur ríkis og sveitafélaga orðin sjálfbær. Þetta var hægt að því við einföldum skriffinnsku og regluverk, héldum áfram að setja rétta hvata, sagtum líka til að búa til blómlegt atvinnulíf sem stenst alþjóðlega samkeppni og skapar gríðarlega spennandi tækifæri fyrir fólk og fyrirtæki. Grunnurinn af þessu var svo grundvallar ákvörðun að öll fjárfesting, orka, tími, peningur, hvort sem var í menntun, fyrirtækjum, nýsköpun eða aðgjörum hins opinbera, væri einungis talin skynsamleg og góð ef hún stuðlaði að sjálfbærni og sjálfbærum lausnum við ósjálfbærum áskorunum, rekstri, framleiðslu eða lifnaðarháttum. Á sjálfbæru Íslandi með 10 einkunn Landspúls, einn loftslagsmælir fyrir all landið sem allir geta fylgst með á netinu. Landspúlsinn býður upp á heildarmynd af stöðu mála í skýrum tölum og myndum, skipt upp eftir landshlutum, hverfum, stærð fyrirtækja og gerð reksturs. Þetta þýðir að okkur tókst að búa til aðgengilegt kerfi og skemmtilegt, samanburðarhæfa mælikvarða til að mæla áhrif athafna okkar á land, loft og sjó, sem allir hlutaðendur skilja og sjá hag sinn í að taka þátt í. Þetta vekur athygli erlendis og veitir íslenskum fjárfestingakostum og markaðsvörum byr undir báða vængi. Sjálfbært Ísland með 10 einkunn eftir sirka áratug hefur færst úr línulegu yfir í hringrásarhagkerfi sem þýðir að við framleiðum ekkert, við kaupum ekkert, bjóðum ekki upp á neina lausnir eða þjónustu sem ekki hægt að endurnýta, endurvinna eða verður aftur að náttúru. Á þessari vegferð urðu til mörg ný sóknarfæri, fyrirtæki og störf. Á sjálfbæru Íslandi með 10 einkunn höfum við skýra framtíðarsýn sjálfbærni sem breið samstaða
Við tökum ákvarðanir til langstíma með ígrundum hvaða áhrif stórar ákvarðanir hafa á komandi kynslóðir og náttúru. Það leikur engin vafi á því hvert við stefnum, öll sem eitt. Þröngir sérhagsmunir snúast á sveif með langtíma sjálfbærum hagsmunum heildarinnar. Á sjálfbæru Íslandi með 10 einkunn í atvinnulífinu jafnvægi á milli karla og kvenna í hverskis ákvörðunum, nýsköpun og þátttöku. Við fögnum fjölbreytileikanum í stjórnum og framkvæmd og við sjáum sóknarfærin í því að skapa fjölbreytt tækifæri fyrir alls konar fólk. Og hvað fær þá Ísland í einkunn á skalanum 1 til 10? Ísland í dag fær 5,5 í einkunn. Við rétt náum. Samkvæmt svörunum erum við eftirbátar og hugsanlega færast aftur úr í örari þróun meðal þjóða sem við berum okkur saman við. Nema að við grípum til eftirfarandi 3 lykla. Yfirvöld, opinberir aðilar, hafi hugrekki til að standa með framtíðarkynslóðum í stað fortíðarhópa. Stika leiðina á skilmerkilegan og hvetjandi hátt svo að fyrirtæki og einstaklingar rati leiðina með kapp í kinnum. Við eigum að segja nei við starfsemi sem stuðlar ekki að sjálfbærni og hringrásarhagkerfi, hvort sem átt við opinbera stofnanir, útboð eða stjórnsýslu, fyrirtækjarekstur og nýsköpun, fjárfestingar eða menntun. Lykill 2. Stjórnir, stjórnendur, eigendur, leiðtogar fyrirtækja hafi bæði þekkingu og skýra sýn þegar kemur að sjálfbærni og rekstri og hugrekki til að taka ákvarðanir í þeim anda. Og 3. og síðasti lykillinn, hugarfarsbreyting. Þetta á við okkur öll. Við þurfum öll að líta í eigin barm á reynslu okkar, neyslu, fjárfestingar, hvað við tölum upp og hvað við tölum niður, á kaffistofum, í útilögum eða í eigin huga. Og við þurfum sérstaklega hjá yfirvöldum, hagsmunasamtökum, fjárfestum og fyrirtækjum að tileinka okkur lengri tíma hugsun út frá náttúru, fólki og góðum stjórnarháttum. Góði gestir, í dag ætlum við að rýna í hvað felst í nýju upphafi. Hvernig það útleggst á íslenskt atvinnulíf, samfélag, fjárfestingar og pólitík. Nú blasir við okkur einstakt tækifæri til að breyta kerfum okkur á viðmiðum til betri vegar og framtíðar sjálfbærni. En það er ekki gefið að við grípum þetta tækifæri. Tómas Möller formaði Festu. Hvað þarf til að við grípum þetta tækifæri? Viljum við að höfum við sjálfbæra framtíðarsýn fyrir Ísland? Og vitum við yfir höfuð hvað í verkefninu felst? Já, takk fyrir hund. Þetta er engar smá spurningar og ég vildi hefði skotelt svar. En svörum koma nú kannski að einhverju leyti og talsverðu leyti fram í könnunum sem varst að rekja hérna áðan. Og en þetta ég held að við þurfum að nálgast þetta þannig að þetta er miklu stærra og flóknara mál heldur en við tekist á við áður. Og við þurfum öll okkar leið að halda. Hvort sem er hið opinbera, einkageirinn, aðila vinnumarkaðarins, hagsmunasamtök, skólar, fjárfestar. Við þurfum öll að leggjast á árarnar og hafa kannski líka í huga að svona stefnumótun fyrir heilt samfélag er ekkert smá verkefni. Það kallar úthald og langtíma sín, mikla þolinmæði og það verða mörg ljón í veginum. Það eru mörg stór álitamál og örugglega ágreiningsefni vegna þess að þetta náttúrulega leiðir óhjákvæmilega til þess að mörg fyrirtæki þurfa að endurskoða sín tekjumódel, sína tekjustrauma, en í því getur náttúrulega falist gríðarleg tækifæri. Þetta flestir séu sammála um það. En þá þurfum við líka að vera tilbúin að gera mistök og læra þau og halda áfram. En svo er þetta bara held ég góður business. Ég held að það sé búið að koma bara býsna vel fram í svörum í könnuninni. Sumir hafa sagt og fært fyrir fín rök að það að byggja á sjálfbæru viðskiptamódeli sé í raun og veru bara vegabréf fyrir fyrirtækin í framtíðina og lykilatriði til þess að viðhalda og styrkja samkeppnishæfni þess og þar með þá íslensk fyrirtæki, þó er nú Ísland, þannig að það er eins og við höfum kannski stundum áður rætt, er málið að svona horfa á þetta, gera þetta eitt af lykilmálum okkar, eins og við höfum gert um jafnréttismál, verndun sjávar, jarðhita og endurnýjanlega orku, fallvötnin. Þannig að ég held allavega klárlega, það er vel þess virði að kafa dýpra ofan í þessar spurningar og að leita svar og reyna að finna einhverja samstöðu við svörin. Og ég er alveg klár á því að við fáum fullt af góðum punktum í dag, frá flottum frumælendum og umræðum í panel. Ég hlakka til. Já, Tómas, ég held að hafi náð véleitunum mikilvæga þætti á þessari vegferð. Og við höfum svo sannarlega með okkur einvala lið í dag til þess að byrja að skoða þessi mál betur. Næst ætla ég að tala við Höllu Tómasdóttur, forstjóra B-Team og spyrja hana hvert okkar hlutverk er í þessu nýju upphafi.